Hér eru finnustu uppátæki strákana á árinu 2005. Gleðigjafinn í ár skemmtilegra sjónvarp og þráðlaust internet. Þú greiðir ekkert fyrir fyrsta mánuðinn. Síminn. Aðvörun. Í þessum þætti eru atriði sem voru tekin upp undir leiðsögn atvinnumanna í áhættuleik. Stöð 2 mælir eindregið gegn því að einhver leiki þau eftir. Góða kvöld og gestir, hjartanlega velkomin að skjánum. Það eru strákarnir með ykkur á síðasta degi ársins og það gleður okkur strákana mjög mikið að fá að vera með ykkur hér í kvöld. Ég veit hvað að hugsa. Djöfull lúkka þessir 3 ungu myndalegu menn. Ég veit að það eins og að horfa á 3 James Bond inn í settinu, en þetta gert að því að þetta síðasti dagur ársins. Rétt það. Já, og eins og Sveppi sagði, við erum með áramótaþátt og eflaust margir pappatar þarna heima búnir að fá sér aðeins svo mikið, en að gera að taka pásu frá því og fylgjast með okkur. Það ekkert leðilegra en þegar pappi búinn að fá sér aðeins svo mikið af pappakóki. Já. Kallakókið? Já, það nú drekkt fleiri menn hann. Pappi, hvað það skjótu út í raketum? Pappi búinn að fá sér aðeins svo mikið af pappakóki. Pappi upp í klósettið. Sveppi, þú þekkir þetta ágætlega. Pappi þinn var alltaf dauður í sófanum bara 9-leitið, ekki? Pulsusalinn, maður. Hvað klukkan núna? Hann á ekki mikið eftir. Hann er bara rétt að reyna að meika skaupið. Já. Það ekta pabbi minn. Já, en við erum með stórkostlegan þátt. Við erum hér með rétt handan af hornið rosalega tilraun og örugglega sú rosalegustu á árinu. Svona mesta vissinni sem fylgdi henni. Já, það slökkvilið og ég veit ekki hvað með í för. Slökkvilið og vaka. Já, svo erum við með, annað stórkostlegt atriði þar eftir. Við skulum ekki gefa of mikið af því að það á að vera svona pínu surprise. Og svo erum við með magnaða sirpu þar sem við sýnum ykkur, hvað við erum búin að gera á árinu með rosalegu lagi undir. Já, fallega sirpu. Já, röðum þessu öllu saman í nokkra mínútur. Rétt það. En ég held að það sé alveg við hæfi að byrja á, tilraun sem inniheldur flugelda. Og eins og við segjum svo skemmtilega, það ekkert að landbúnaði. Já, kæra áhorfendur, við skulum vinda okkur í tilraun sem inniheldur bíl frá Vöku, slökkvilið og tertu frá skátunum. Fannst þér þetta fyndið en ekkert að landbúnaði? Já, finnst þér sjálfum þetta fyndið? Já, þetta er svona orðagrín fyrir gamla fólki. Já. Góða kvöld og gestir og hjartanlega velkomin í tilraun. Ég stattur hérna á æfingarsvæði slökkviliðsins og það sem ég að fara að gera það að ég að fara að taka þessa tertu sem ég held á hérna og ég ætla að setja þessa tertu inn í bíl og bíllinn þarna. Við erum að tala Daihatsu Charade og við ætlum að taka þennan Ingólfs bardaga, smella henni inn í bílinn og fýra upp. Og við þökkum að sjálfsögðu Vöku fyrir að hafa komið með bílinn hérna til okkar og við þökkum að sjálfsögðu slökkvilið Reykjavíkur fyrir að vera búin að planta 2 trukkum hérna fyrir okkur. Þannig að það verður áhugavert að fylgjast með þessu. Hvað gerist ef maður setur tertu inn í bíl? Kæra áhorfendur, komið með okkur í ferðalag í áramótaþætti Gágala. Það var allt klárt, kæru áhorfendur. Hérna þráðurinn og ég fer með þessa tröllatertu hérna inn í bíl. Allir til? Já! Áhorfendur heim í stofu tilbúnir. Þá förum við og fýrum upp í tertunni. Alles klar! Nei! Það poppast vel upp í bílnum. Nú hljóta rúðurnar að fara að springa. Það rýkur vel úr kvikindinu. Það alveg poppast upp á honum lofti. Já, eins og sjáu þið, kæru áhorfendur, að þá bíllinn þegar kominn í loga. Það farið að loga í bílnum og það akkurat það sem við vildum, sko. Og það þarf að, heyrðu, það kraftur á þessu.
þetta er slökkvisvörn! Það fer allur reykurinn í mig! Já, ég er að reyna að þrífa þess á honum felgurnar líka. Ég var bara svo fífn með slönguna, það er nokkuð... Mér fannst það, ég veit ekki. Það voru allir að hlæja hérna. En þetta er greinilega virðingavert starf að vera slökkviliðsmaður og slökkva bíla. En fín tilraun út af fyrir sig og við þakkum fyrir okkur. Já, strákarnir með ykkur á þessu gamlárskvöldi, það styttist í árið 2006 og ég veit ekki með ykkur strákar, en ég stefna að láta ekki eitt einasta lán falla á mig á nýjári. Já, það er ágætis áramót þetta. Það er mjög gott. Já. Ánægður með það. Það er mjög gott. Ertu búinn að lenda eitthvað í svoleiðis, eða? Ég vil ekki ræða það nema í návist lögfræðings. Já, þannig að þetta vesinn með tengdapappaðinn varð virkilega vesinn. Tengdapappa, ég held að hann þurfi nú ekki að hafa miklar áhyggjur kallið, sko. Já, hann hefur kannski mest áhyggjur bara af þér. Lilja, passaði á Ég skrif þessum ekki undir hjá þessu gerpi. En það er stórkostlegur þáttur hjá okkur í kvöld og þetta atriði þarna með slökkviliði, við þökkum náttúrulega slökkviliðinu kærlega fyrir aðstoðina, maður. Og Vöggu, þeir komu þarna með bílinn til okkar og við sáum það að Daihatsu Charade, maður, hann þolir ýmislegt. Ég bara þetta þolir dæjar, mikið, djöfull sko. þolir hann, maður. Ég held að það myndi allt springa í dætlur þarna. Ég var búinn að sjá þetta fyrir mér svolítið, ég var búinn að sjá fyrir mér að bíllinn myndi bara liftast og er allt í ljósum, ég held þetta er rosalegt Ég held atriði. að bíllinn myndi liftast. Kannski, ég er ekkert að tala um að hann myndi bara fljúa eins og Herbie, skilurðu, ég held að hann myndi kannski svona... Við hefðum, Já, ég meina, þú veist, hann hefði gert það, sko, ef við hefðum bara tróðið hann alveg stútfullan af rakettum og bombum og drasli, sko. Eða bara dínamíti. Já, dínamíti eða eitthvað, það verður næst, kannski. Já, við verðum með dínamít á 9 ári. Já, fáum bara gæjana í Kárahnjúkum til þess að tróða Daihatsu stútfullan af dínamíti. En við náttúrulega minnum á það að það má enginn gera þetta heima. Ég vil ekki að fólk sé að fara með terturnar inn í bílinn sinn og leika sér eitthvað. Fólk geta hermið til þættinum. Já, það fyrir einhvern hermið til þessu. Pappi, hvað eru bílíklarnir? Hann döður upp í sófa, pappinn var Bara sprengin út í bíl. Já, rándýrum jeppa. Og talandi að þakka þá þökkum við líka brúðarkjólalegu Katrínar kærlega fyrir að lána þessu smókingum, maður. Við erum nú ekki flottar en það, við eigum ekki einu svona fötin, maður. Nei, menn er nú ekkert mikið að eiga svona smókingar. Nei, ég fyrir næst ef ég giftið mig, ef ég giftið mig. Já, mitt. Já, ertu búinn að hugsa því? Ætlar að gifta þig á 9 ári kannski? Nei, ekki á 9 ári. En á næsta ári eftir það? Já, hugsanlega. Það gæti verið mitt ár, svona 2007. Já, Lilja. Það er árið 2027. Nei, til hamingju með þetta, Lilja. Það verður gaman að fylgjast með því. Hvað, þú heldur að ég er aldrei eftir að giftast? Jú. Já, ég meina... Finnst þér ég ennþá bara sama smábarnið og kynntist í 70 mínútur? Nei, veistu það? Við erum pínu okkur dætt á trúnu hérna. Þú ert búinn að taka út svo mikinn þroska frá því að við kynntust fyrst. Ég er ekki að tapsar til dæmis. Nei, en það blundar í þér geðveikin. Já, hún er ennþá til staðar. En Pétur, ætlar þú ekki að fara að gifta þig? Nú ert þú að taka Jú, ég þarf náttúrulega að tala við thailenska sendiráðið fyrst. Fá túlkinn til þess að hjálpa mér, þannig það er náttúrulega, skiljur, það er smá ferli sem ég þarf að ganga í gegnum, skiljur. Hvernig segir það? Vilt þú giftast mér á tælensku? Það er reyla máli, ég þarf að fá túlkinn til. Þannig að þetta, þú veist, svo þarf hún skiljur, fleira vesen sem fylgir þessu. Já, svona tælensk brúðkaup er ofta vesinn, sko. Stefnir þú, Pétur, ok, ég veit þú ætlar kannski ekki að giftast þessum... Stefnir þú að vera ástfanginn á 9 ári? Stefni að því? Ég er ástfanginn. Af einhverjum öðrum en sjálfum þér? Nei, ég stefnaði því að verða bara meira ástfanginn en sjálfur mér. Já, halda því til streitu. Það er ekki skála fyrir nýju íbúðunars Péturs. Já, Pétur er ekki lengur í bílskúr. Pétur er kominn með nýja íbúð, hann er fluttur úr bílskúrnum í Hafnarfirði. Styttist ég að ég fái six-pack hana Heyrðu, það sem enn minnistæðist frá þessu ári, það var vændiskona sem var að stunda vændi í bílskúr í Hafnarfirði. Varst þú að leigja henni? Minnistæðast árinu? Nei. sem stendur upp úr hjá mér, það var vændiskonan af í bílskúr. Já, frábært. Já, ok, það voru flóð og hamfarir og... Þetta er jákvæmt. Já, þetta verður líka í annálum, pottið. Og vændiskonan í bílskúrnum. Í Hafnarfirði. Og nú býrð þú einn maður, bjóstu í Hafnarfirði, í bílskúr einn. Já, þú veist. Það var í gamla daga. Já. Það er ekki ný. Nei, Þetta er gömul kartöflugeymsla. Er þetta? Já.
Herðu, strákar, við erum bara hérna sofna í kampaðin. Ef við ekki fá næsta atriði. Skulum við fá að sjá, ég er bara hálf dottin út, fáum við að sjá næsta atriði. Já, komiði sæl og blessuð. Gestur minn að þessu sinni ætti að vera landsmönnum öllum nær og fjæra, góðu kunnur. Hann predikar orð Guðs hvar sem hann kemur, eða eins og hann segir sjálfur, Guð er hinn sami í gær, í dag og að eilífu. Ég er að sjálfsögðu að tala hann Gunnar Þorsteinsson, oftast kallað hann Gunnar í krossinum, og við hittum á Gunnar þar sem hann eyðir mestum að sínum tíma. Gunnar, þér líður best í vinnunni, er það ekki? Jú, það er tilfellið. Mér líður best í vinnunni. Já, og þú eyðir öllum stundum hér. Já, ég er hér öllum stundum, það má segja það. Já. Stærstur hluti lífsmíns er hér. Já, það má eiginlega segja að drottinn sé þinn yfirmaður. Já, þú hittir naglann á höfuðið. Er hann með stimpilklukku? Nei, það er ekkert að vinna þetta verk þannig. Nei, hann er ekki harður, hann er ekki að berja þig áfram. Nei, hann lemur mann ekki áfram, en hann er kröfuharður. Kærleikurinn er kröfuharður. Mikill kærleikur kallar á mikinn kærleik, og við verðum að vera fórn á altari Guðs. Og hérna telurðu peninga líka? Já, það kemur fyrir, en það er fyrir miður mjög sjaldan, eða kannski sem betur ver. Það er nú aðrir sem höndla með fjármuni. Já, þannig að þú ert kannski bara blankur. Ég kvart ekki, en lífið snýst ekki peninga. Já, vegir drottins eru órannsakanlegir og sama má segja Gunnar í krossinum. Hann fer ótroðna slóðir í predikunum sínum á orði Guðs og stendur vörðum kristin gildi og kristin átrúnað. Hvenær er það sem að þú ákveður að ganga Guðs veg? Ég var 19 ára gamall, ég var svona afstyrmi eins og kannski ég er með í fanginu núna. Týndur? Já, ég var týndurslauður og ákvað að finna veg sannleikans. Já. Og ég fór náttúrulega yfir lækinni eins og margir til að ná í vatnið. Já, voru það kvennamál kannski? Nei, kvennamál hafa aldrei verið vandamál. Stríðni? Nei, ekki stríðni, heldur bara þetta innantóma líf. Spilling? Tilgangsleysi. En þú hatar kirkjuna, er það ekki? Kirkjuna? Já. Nei, ég líti á hana bara eins og gamla frænku sem er út í horni í peysufötunum og til er í liðinu öld. Getur ekki dansað við þann takt sem er á nýri öld. En það er spilling í kirkjunu, er það ekki, Gunnar? Það er allstað spilling, skilur. Allstað það sem 2 eða 3 eru samankomnir, það er spilling. Ég get alveg lofað þér því. Þannig að við 2 erum spiltir hér og nú. Já, ef við tökum það 3. með okkur brótusettin, þá er örugglega spilling einhvers staðar í hópnum. Ég get lofað þér því. En þjóðkirkjan, við höfum hana ekkert, við virðum hana. Hún er barn síns tíma og hefur hlutverki gegna og hefur haft hlutverki gegna. Hún er bara á harðar hlaupum á flótta undan sjálfri sér þessa dagana og það er hennar refsivöndur. Þú talar það mikið að ég kemst varla að. Já, ég hef atvinnað því að tala. Þú ættir eiginlega bara að vera með þinn eigin sjónvarpsþátt. Já, það endi ekki með því. Já, 2 heimar takast á. Heimur ljós og heimur myrkurs. Ríki Guðs og ríki óvinarins. Tölum aðeins jólin. Já. Nú er hátíð ljós og friðar. Heldur betur. Þú myndir helst vilja að jólin væru alla daga eins og ég segir í kvæðinu góða. Já, ég vil hafa ljós og frið alla daga. Já. En jólin eins og við höldum jólin, ég veit ekki hvort ég vildi hafa svona hátíð. Já. Maður er með kjötsvimað, þrútinn af átíð, skilurðu. Já. Miður sín eftir að hafa brotið alla sína reglur enn einu sinni. Þú ert maður friðsins. Já, og þú elskar friðinn. Ég elskar frið og ég elskar ljós og elskar kærleik. Elskar friðinn kannski jafn mikið og hatar homo og lesbíur. Ég hata ekki homo og lesbíur, ég elska homo og lesbíur. En það er syndin sem ég hata eins og Guð hatar syndina. Ef við skulum tala eitthvað skemmtilega er það bara ljúft. Þeir lifa í synda þínu mati. Já, sko, þeir sem að ástunda synd, eða syndu lífverðni, þeir lifa sem syndarar. Drottinn vill aðskilja menn frá syndinni. Þetta eru rassarittarar. Ég veit ekki hvað má kalla slíkt, en við viljum frið og þessi umræði er komin algjörlega út í tómavill. Ef við ekki bara láta þetta gott heita, býðum mig. Guð blessi þig. Ég ætla að fara að þjóna Guði og boða fagnaðarerindið. Líf og sigur í Kristi Jesú. Ég skilði þig Gunnar minn. Við skulum ekki vera að kafa hann í kamrana núna, heldur horfa til himins. Það er blessum Guður. Svo hlakka ég til að sjá þig krjúpandi og samkomi hjá mér. Dýr sé Guði. Drottinn blessi.
Já, við kveðjum Gunnar Þorsteinsson eins og við þekkjum hann best, hressan og glaðan í bragði. Eða eins og segir í bókinni góðu, nakinn kom ég af móður skauti og nakinn mun ég aftur þangað fara. Drottinn gaf og drottinn tók, lofað verið nafn drottins. Efling stéttarfélag sendir þér og þínum bestu jóla- og nýársóskir með þökkum fyrir samstarfið á liðnu ári. Efling stéttarfélag stendur með þér. Öllum getur liðið illa, meira að segja mjög illa. En lífið hefur upp á svo margt að bjóða. Stundum þarf bara einhver til að minna mann á það. Hjálparsími Rauða kross Íslands 1717 er opinn. Fóstur verður fyrir meiri skaðlegum áhrifum áfengis en móðirinn. Drekkum ekki áfengi á meðgöngu. Lýðheilsustöð. Ekki láta leiða þig í viðskiptagildrur bankanna. Opin íbúðalánsbrón eru án þvingandi skilyrða önnur viðskipti í allt að 40 ár eins og tíðkast í öðrum bankastofnunum. Kynntu þér málið. Sprón. Gleðigjafinn í ár er skemmtilegra sjónvarp og þráðlaust internet. Þú greiðir ekkert fyrir fyrsta mánuðinn. Síminn. Já, áhorfendur, þið eru að horfa á áramótaþátt Strákana og já, þetta er líklega í síðasta skipti sem við erum í settinu eins og það lítur út núna, sko. Já, það er alveg horrið þau. Það eru breytingar. Það eru breytingar framöndan. Já, það verður nú gaman ef við fáum að breyta í settinu, sko. Ekki bara settinu, heldur verða nýjir dagskrárliðir og margt fleira skemmtilegt eftir áramót, leiknir sketsar og fleira. Já, þannig að það er nú bara spurning að halda áskrift til Stöð 2 því að það eru bara bjartir tíma framöndan. Já, skál fyrir því, skál fyrir því. Mér líður svona eins og við séum tenorarnir þrír. Það er ekki oft sem við erum svona fínir, sko. Nei, það er mjög sjaldgæft. Þetta er ekkert inn á hverju ári, en það Ég er líkari Pavarotti, myndi ég segja. Já. Hann er svona hlungur, alltaf með vasaklútar. Kemur með smá bumbu, sko. Nei, hvað er maður? Hvað er Ég var út að skjóta, maður. Já, út að skjóta? Helvita, það er vinir, maður. Varstu kannski að skjóta eins á því nokkrum? Nei, ég var út að skjóta ílum og grækitum og svona. Það er ekki fínni. Hvað er smókingin, maður sjá? Er það undir? Bara ég er náttúrulega í gallanum út að skjóta. Já, við bringuna, maður. Leðu skvísa um að kíkja á bringuna, maður. Þetta er ekkert smá drast, maður. Herra, þið verður að vinir, maður. Já, við erum fínir. Þetta er alveg þau. Herra, ég ætla að gera truflingum, maður. Þið komið svo bara út á eftir. Ok. Ég verð klár, úti. Við erum að koma. Við ætlum að kynna þetta í síðasta atriði, svo komum við. Ok. Sparaði hérna eina bombu fyrir okkur. Ok. Já, það er eiginlega greinlegt að við þyrftum að fá nýtt sett. Hann skemmdi trommusettið og það finnst mér sorglegast af öllu. Já, þetta er svona, hann sýnir, hann er svo ungur, hann kann ekki að sýna að bera virðingu fyrir neinn. Hvað leiðið, greiði trommusettið, það fær ekki svona... Svona endaði árið hjá þessu trommusetti. Já, greið, leiðilegt. Hvað gerum við í þessu? Ég meina, ef við horfum á þetta atrið eða bara sleppa því það? Út á trommusettinu? Já. Það fara bara heim eða? Nei, við getum kíkja á atrið. Já, ég var til í að fara bara, jú, við getum gert það, við getum kíkt á atrið. Við bara, sko, þetta atrið, það er tilenga trommusettinu. Já, ok, og að gera það. Ok, ég til. Það er komið að loka atriðinu í þessum loka þætti á, þessu, herrans árið 2005. Já, 2005. Og það verður fínt ár. Já, þetta er búið að vera glæsilegt á stráka, það er búið að vera sannur heiður að vera með okkur á þessu ári. Já, muni ekki, við síðast í upphafi síðast árs, í 2005, þá byrjuðum við með strákana og við erum búin að vera í akkurat ár. Við erum orðnir eins árs og svo núna eru breytingar væntanlegar, þannig að við vonandi lifum allavega 1 ári viðbót. Já, það er nú aldrei að vita hvað næsta ár ber í skauti sér. Segðu, maður veit aldrei, en það er búið að vera sannur heiður að fá að kíkja í sjónvarpskassana hjá landsmönnum á þessu ári. Og vonandi sjáum við eitthvað fært að tróða okkur inn í innbann hjá okkur á næsta ári líka. Með þessum fallegu orðum frá Auðunin Blöndal ætlum við að kynna fyrir ykkur skemmtilega sirpu sem er samansafn af öllum okkar bestu atriðum og það er fallegi tónlist undir sem er svona lagið okkar síðasta ár. Má segja það. Það er hún Heiða, idolstjarnan sem syngur þetta fallega lag og þetta er lagið Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you never come around. Okay, you got the point people. En þetta er mjög skemmtilegt og við skulum vinda okkur í sirpu. Strákar, takk fyrir skemmtilegt ár. Skál og gleðilegt ár. You're my brother and I love you. Skamanast lagið verði örlítið ein að bíða hérna að
að anda með raskatinu. Gerið það nú oft. Hey, look at me. I'm naked. Sínum og fær sett á honum nálgunarbann.